Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og bæjaritari sem hér eru saman komin á Zoom, fjarfundaforritinu. Ég býð ykkur velkomin til 297. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segja hann settan. Líkt og verið hefur núna í haust, þá notustu við fjarfundabúnað vegna takmarkana sem ennþá í samfélaginu vegna COVID-19. Og eins og áður hefur sagt og bæjarfulltrúar hafa rætt, þá munum við halda okkur fjarfundarbúnaðinn enn sem komið en svo þegar svona málin skýrast meira með þær samkomuskerðingar og fleira sem uppi, þá munum við fara aftur í það að vera í sal og senda út fundina beint. Líkt og áður þá er fundurinn tekin upp og settur inn á net Fjarðabyggðar leið og honum lokið og þar þá áfram, en við höfum ekki ennþá náð að senda þá beint út úr þessu forriti. En hér á dagskrá fundar í dag eru eftirtaldir liðir til umræðu og afgreiðslu. Það eru fundargerðir bæjarráðs númer 677 og 678 teknir saman, ef enginn hreyfir því andmælum. Fundargerðir eigna skipulags- og umhverfisnefndar númer 268 og 269, sömuleiðis teknar saman til umræðu og afgreiðslu. Fræðslunefndar númer 88, íþrótta- og tómstundanefndar númer 78, menningar- og nýsköpunarnefndar númer 30, félagsmálanefndar númer 136 og framkvæmdar á hjúkrunarheimilum númer 18. Þá jafnframt hér 2 almennir liðir á boðaðri dagskrá sem annars vegar reglur um stuðningsþjónustu sem liður 10 í fundargerð, í fundarboði, og síðan málefni hjúkrunarheimilum númer 11, og þá vil ég óska eftir bæjarfulltrúa hreyfingin í andmælum að við verði bætt lið sem samgöngur í Fjarðabyggð, sem myndi að bætast við sem liður 12 og vera undir almenn mál. Enginn hefur því andmælum og við höfum rætt það fyrir. Þar mun vera lögð fram sameiginleg bókun bæjarstjórnar. En líkt og verið hefur þá munum við nota spjallið sem heitir hliðar til að óska eftir því að taka til máls og síðan bara greiðum við atkvæði gegnum myndavélarnar. Ég bið bæjarfulltrúa að setja á hljóð, mute í sínum vélum þegar þeir eru ekki að taka til máls. Þá göngum við til dagskrár og fyrst fundargerðir bæjarráðs númer 677 og 678 og Dýrun Pála Skaftsdóttir hefur orðið. Gerðu svo vel, Dýrun. Ekki nóg að setja á mute, maður er vist að líka setja á unmute. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég vil fara yfir nokkra liði í fundargerð bæjarráðs 677 og ætla að byrja á lið 1.1 og tek inn í hann 1.2, en þessi liðir eru samhangandi og já, það kreppir að hjá okkur eins og við öll verðum vör við og verðum við því að bregðast og því eru öll líka sammála. Og við fórum á þessu leit í bæjarráði að við nefndirnar að þær rýni vel í rekstur málaflokkana og má vel að segja að biðja um að skera við nögl. Og því velti ég því fyrir mér hvort við þurfum ekki að kalla fram einhvers konar aðgerðaáætlun og svo heilt yfir til jöfnunar rekstrinum og þá jafnframt sem mætir lánagreiðslum okkar og hvort ný lántaka sem farið yfir í 1 lið 1.2 hvort á uppgreiðslu lána sem annars ætti að klárast 2024 en dragast þá heilt yfir næsta kjörtímabil með tilheyrandi kostnaði, hvort að bæta eitthvað til lengri tíma, þegar lengri tíma litið. Þetta eru svona vangaveltur hjá mér. Svo liður 1.7, það styrkur til blagdeildar Þróttar og ég mjög ánægð með það að við skildum hafa farið að samningaborðinu við blagdeild Þróttar og séum að styrkja þau með auglýsingum og öðru. En það virkilega öflugt æskulýðsstarf sem að blagdeildin hefur sinnt síðustu árin og ég þess fullviss að deildin kom til með að bera Fjarðabyggðarmerkið með sóma.
Svo liður 1.8. Það eru almenningssamgöngur í Fjarðabyggð. Við erum lengi búin að vinna því að samgöngur verði bættar hér í Fjarðabyggð og bæjarfélagi hafi umsjón með samgöngum milli bæjarkjarna, þannig að það nýtist okkur öllum. Þannig að ég tel þetta vera lyftistöng fyrir samfélagið allt, menningarlífið, íþróttalífið og að fólk geti sótt vinnu þvert á kjarna. Það sé okkur til hagsbóta að við sjáum sjálfum okkar almenningssamgöngur. Og við sjáum það svo sem glöggt í COVID að þegar Alcoa lokaði sínum rútum fyrir almenningi að það þurftu margir að það voru eiginlega bara margir fastir og þurftu í rauninni að finna nýja leiðir bæði til þess að komast til vinnu í skóla og til annara hluta. Þannig að það er því þörf á því að við bregðumst við og ég tel þetta bara vel í þeim gerum við þetta bara mjög gott mál. Svo það fundargerð 678 og þar liður 2.10 sem að vegur þungt var einu þeirri fundargerð og ég ætlaði mér að setja niður nokkra punkta en þegar ég í sambandi við þennan lið en sá það að ég hefði getað endað í greinargerð því að þetta það stórt mál hjá okkur og þetta ekki létta staða sem við erum í og í raun með ólíkindum að við skulum vera í þessari stöðu og eftir áralangt ákall til ríkisins að koma til móts við sveitarfélagið í rekstri hjúkrunarheimilina og þar með axla það ábyrgð sem því ber en kröfurnar til reksturs hjúkrunarheimilina að hálfu heilbrigðisráðuneytis og mönnunar móti landlæknis fara bara vaxandi og stjórnvöld hafa ítrekað slegið flest styrk til reksturs hjúkrunarheimilina og ekkert sýnt að þeim munu breytast hjá þeim. Það er ekkert í spilunum að þeir munu ganga að því borði með okkur. Og það eru jú ekki bara okkar hjúkrunarheimili sem í þessum vanda með reksturinn, heldur eru það öll þau hjúkrunarheimili sem heyra undir sveitarfélög á landsvísu. Og það er hreint ógjörningur fyrir okkur að uppfylla alla þær kröfur sem eru gerðar til hjúkrunarheimilina samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar án þess að ríkið komi þar að og við höfum reynt að gera það með ábyrgð, með metnaði og við höfum verið að horfa til framtíðar í öldrunarmálum hjá okkur. En eins og kom fram í bókun bæjarráðsins undir þessum lið 2.10 að þá getum við ekki unað við þetta lengur og því ekki hjá því komist að segja upp samningum. Það var hjá mér í dag, eða núna allavega. Takk fyrir Írunn. Ég ætla að fá óska eftir að taka til máls líka aðeins undir fundargerðum bæjarráðs og kannski eins og kemur fram og kom fram í máli síðasta ræðumanns þá fjárhagsáætlunarvinna náttúrulega núna að fara á stað aftur. Við fórum í gegnum ákveðna yfirferð í vor sem snerti nefndirnar og til þess að undirbúa rammaúthlutunina. Það er rétt sem komið fram að líkt og annars staðar landinu þá eru sveitarfélögin, við stöndum fram fyrir því, sveitarfélögin og ríki að tekjustreymi okkar hefur minnkað og við höfum séð þess merki núna framan á árinu og kannski í okkar tilfelli þar var kannski verðum þá fyrst áþreifanlega var við loðnubrestin sem var á annað ári í röð að farin að hafa áhrif því að sjálfsögðu erum við mjög nátengt okkar mögnuð og góðu atvinnugrein sjávarútveginum. Frá því sem ýmsir þættir í rekstrinum urðu dýrari sem við vissum fyrir með COVID-ástandinu sem við gengið í gegn í vor. Við bæði fjölguðum við störfum og svona þurftum að mæta ýmsum áskorunum. Þannig að þetta þrátt fyrir sem betur fer og höfum náttúrulega glatt okkur mjög að sjá svo þann kraft sem hefur færst í okkar atvinnulíf núna á seinni part sumars og inn í haustið með auknum makrílveiðum sem gengur mjög vel og núna síldveiðum og það hefur svona, maður hefur
glatt maður mjög að sjá þau miklu umsvif sem í höfnunum okkar sem mun koma. En enga síður er það ljóst að jöfnunarsjóður sveitarfélaga mun ekki hafa það tekjur sem hann hefur haft síðustu ár því að hann auðvitað tekur tekjur sínar í hlutfalli við skatttekjur, ríkis og sveitarfélaga og þar leiðandi, þar er fyrirsjáanlegt að þær verði minni og þar leiðandi draga saman úthlutanir honum sem mun þá koma niður á þeim sveitarfélagum sem þar hafa fengið á móti sínum rekstri. Þannig að það mun hafa áhrif, við þetta sjáum ekki ennþá alveg hvernig enda staðan verður þessi ári þó að tekjur okkar hafi, eða semst þá liður hafi hrest við núna. En það enga síður vitum við það að það er efnahagsleg lægð framundan á næsta ári og við þurfum að þess vegna lagði bæjarráð það svona áherslu við sína nefndir að það rýni vel rekstur Fjarðabyggðar og það er viðvarandi, það er svona ekkert kannski sérstakt frá ári til árs. Í jafn umfangsmiklu sveitarfélagi eins og Fjarðabyggð þrátt fyrir að við kannski teljumst lítil á landsmælikvarða, við tökum stærst sveitarfélagin, þá erum við landfræðilega stórt sveitarfélag, við erum með samsetta þessum byggðakjörnum sem kalla á aukin rekstur, kannski með marga og þannig að við þurfum alltaf að vera að horfa til þess hvernig við náum jafnvægi í þeim rekstri. Þannig ég held að það hafi svona mörgu leyti svara því eins og Dýrunn kom inn á að með því að svona senda óskatífi nefndar nú förum við bara vel í þetta sameiginlega og nefndar að byrja og við gefst tækifæri til þess að ræða það frekar þegar þeirri vinnu fleigi ekki fram, þá þetta svona ákveðin aðgerðar áætlun undir og ég svona tel það að við tökum þau skref núna inn í bæjarráð og inn í bæjarstjórn á næstunni þegar að nefndirnar hafa farið vel yfir og sjá hvernig þau geti haga sínum málum sem best og hugsanlega fært til innan sem ramma eða skilgreint hvaða þjónustu þau vilja leggja áherslu á og svo framvegis. Þannig að þetta verður, ég vona að það verður mjög góð samvinna það, ég held að það sé mjög brýnt að ef þessi nokkur kostur bæði innan nefndakerfisins og síðan hér í bæjarstjórn að við náum samvinnu og samhljómi hvernig við mætum því að það svona má segja næsta ár og sé svolítið svona óljóst heilt yfir og hvað varðar efnahagslíf á Íslandi. En hvað svo sem líður þá jafnframt kom fjármálastjóri fram með minnisblað sem var held ég líka mjög gott sem þarna var mögulega uppgreiðslu á hluta skulda. Þannig að við hefðum þetta til hliðsjónar þegar við sjáum hvernig reksturinn mun leggja sig á næsta ári. Það er áherslu sem því að við munum ekki gleyma því heldur og ég hef verið sérstaklega ánægður með að sjá það því að það oft verið, þetta er ekki fyrsta efnahagslægðin sem Ísland gengur í gegnum og dívan og það oft hefur verið viðbrögðin við þessum lægðum hafa verið atvinnulífi lendir í því að þurfa að draga saman að þá hefur opinbera dregið saman líka og oft orðið að gera það en núna svona viðbrögð ríkisvaldsins og svona visst ákall til sveitarfélaganna einnig sem hins stjórnvaldsins það að við spörum okkur ekki gegnum þessa kreppu eða þessa lægð, hvað sem við köllum hana kreppu eða efnahagslægð, heldur við munum og það hefur verið svona sérstaklega áhört að heyra fjármálaráðherra fari við það að leggja það mikla áherslu að það verði ekki skorið niður og hinn opinbera gera, hann þurfi núna svolítið að spyrna við fótum meðan að efnahagslífið jafna sig og atvinnulífið getur svo tekið til við skefum okkur það að eftir næsta ára atvinnulífið ná í einhvern jafnvægi þá getur það tekið við og þá muni hið opinbera geta þá skoða sín mál. Þannig að við þurfum að hafa það í huga líka því að það er mjög mikilvægt að við setjum ekki allt í frost með því og við þurfum að gæta vel að því. Það þarf líka að hafa það í huga að við sjáum þess merki við eins og önnur sveitarfélög að fjárhagsaðstoð eykst og ýmis stoðþjónusta kallar á og þetta allt saman hluti sem við þurfum að halda vel utanum næsta ári og næstu árin með að við náum til landsins þannig að við þurfum að það er sko gott að fá þetta minnisblað þannig að við hefðum þetta til hliðsjón og síðan getum við megið þá metið. Þetta verður töluverð vinna núna við fjárhagslega gerð, bæði í nefndunum, inn í bæjarráði og inn í bæjarstjórn og ég held að við séum vel nestu í það og við þurfum bara að ná sem best utan þá vinnu. Aðeins bara að fá að koma inn á nokkra aðra liði áður en ég gef orðið til næsta, þá það, ég ætla nú að fá að ræða aðeins hér sérstaklega í lokinu hjúkrunarheimilin sem þetta mjög stórt mál eins og Dýrunn kom inn á og gæti verið langur fundur og umræða hvernig þau mál hafa því miður
þróast í samskiptum ríkis og sveitarfélaga. En það kannski, ég tek undir að það var ánægjulegt að gera þennan auglýsingasamning við Blakdeild Þróttar. Þetta sams konar samningur og knattspyrnufélag Fjarðabyggðar hefur haft, þar sem það spilar undir merki sveitarfélagsins og notar merki þess og nafn. Blakdeildin er með flotta starfsemi svo mörgun íþróttafélög hjá okkur og kom til okkar og óskaði eftir því að gera slíkan samning og spila undir merkjum Fjarðabyggðar og með nafni Fjarðabyggðar. Og ég held líkt og Dýrún segir að það verði okkur bara til mikið framdráttar. Þarna er ánægjulegt og mikil afreksstarf í gangi og iðkendastarf sem er eins og víða í sveitarfélaginu og þetta verði vonandi til þess að fleiri horfi til samnings eins og þessa. Hvað varðar aðeins þá vil ég bara vekja athygli bæjarfulltrúa á því að það er komin útboð á hönnun 4. varnargarðsins ofanflóðamannvirkisins á Norðfirði, Nes og Bakkagils. Það var boðin út daginn hönnun, loka hönnun þessa garðs og þar var framkvæmdasýsla ríkisins sem fer með það mál óskaði eftir umsókn okkar það. Þar verkfræðistofan Hnit var þar lægstbjóðandi og sagði þannig að sú vinna að fara í gang hönnun þess mannvirkis sem er ánægjulegt og kannski meira aðeins fyrir við heldum, þannig að það mun kalla á það að við þurfum að halda vel utan þau skipulagsmál og fleira sem því tengist. Við þekkjum þannig allt saman mjög vel eftir öll ofanflóðamannvirkin og Norðfirði og Eskifirði, hvernig það er. Jafnframt í bæjarráði 678, það var svona ákveðið vonbrigði að þar kom erindi frá framkvæmdasýslunni vegna útboðs á ofanflóðavörnunum við Lamberá, að þar barst aðeins eitt tilboð og það var yfir kostnaðaráætlun. En engar síður er það tillaga framkvæmdasýslunnar að því tilboð verið hafnað og gengið til samningskaupa við bjóðendur og menn telja það séu mjög góðar líkur að það gangi saman, þannig að það verkefni hefjist því að við höfum sannlega viljum og höfum lagt mikla áherslu að það við getum lokið núna öllum ofanflóðamannvirkjum sem fyrst í Fjarðabyggð, bæði öryggisins vegna og líka til að ljúka þessu umróti sem því fylgir. En fyrst og síðast náttúrulega horfum við þarna á þennan lið sem snýr að öryggi okkar samfélags. Þannig að þetta er svona það sem ég vildi helst koma inn á í þessum 2 fundagerðum og þakka fyrir gott hljóð og gefa orðið laust. Einar Már Sigurðarson við beðum orðið, gerðu svo Einar. Forseti, já, það er ekki skrítið þó hljóðið sér því allir hlýða forseta og loka á mikrofónum hjá sér, þannig að allir fái hljóð gott með þeir tala. Ég ætlaði bara svona örfá orðum örfáa liði líka. Ég vil nú eiginlega fagna orðum Dýrúnar fjárhagsáætlunarvinnuna og síðan þetta yfirlit yfir lántökur og stöðun lánin og hvaða uppgreiðslumöguleikar eða framlengingar eru til staðar eins og yfirlitið sýnir okkur. Það er svona tónn sem er í þá áttina sem við vonum að vinna á að við getum rýnt þetta sameiginlega og á sem bestum árangri bæði í nefndunum, þar sem er þetta mjög nauðsynlegt að fara vandlega yfir alla hluti og sjá hvar hægt er að spara og á þess að rýra þjónustu. Síðan er það mikilvægt að við skoðum hvernig við getum orðið við þessu ákalli ríkisvaldsins það að við reynum að forðast niðurskurð á öllum sviðum og bæta frekar í ef eitthvað er og þá þurfum við að skoða alla þætti, bæði lánin og hitt. Þannig að við þurfum bara að vanda okkur við þetta og þetta er vinnan framundan og við vonandi náum sem bestri samstöðu það. Bara örfá orðum hjúkrunarheimilin, ég hef margoft rætt þetta og við kannski gerum það meira eitthvað undir öðrum dagskrárliðum en ég lít á þetta útspil okkar núna sem við væntanlega samþykkjum í lokin sem svona ákveðna neyðarráðstöfun eftir langt ferli í þessu sem að við bara höfum í raun ekkert annað val heldur en að fara þessa leið en það er auðvitað mikilvægt að það sé öllum ljóst að það verður tryggð áframhaldandi þjónusta og starfsfólk er að sjálfsögðu ekki í nokkurri hættu. En það sem ég vildi nú aðalega koma inn á er svona aðeins þess að rifja upp það sem að því að Dýrún fór að ræða almenningssamgöngurnar. Þetta er mjög stórt og mikilvægt mál sem að er núna ákveðnum krossgötu. Það er aðeins að bara fara yfir söguna, bara örstutt en þeir sem voru hérna á síðasta kjörtímabili og þar áður, muna auðvitað hvernig þetta var til.
Það að segja að menn ákváðu það að fara í samkrull við Alcoa bara til þess að reyna að samnýta allar ferðir og það var sett á laggirnar SVF Öst sem að SSA heldur utanum en í stjórninni sitja líka fulltrúar SSA, bæjarstjórarnir í Fjarðabyggð og Fljótsdalshéraði. Þannig að það er svona samnefnarinn á þetta sem við höldum utanum og stýrum og stjórnum algjörlega. SVF Öst þarf að vera með samninga í 2 áttir, það er annars vegar fyrir utan sveitarfélögin þar sem það á við. Það er annars vegar við vegagerðina til þess að fá þá fjármuni sem að ríkisvaldið er að sitja í þetta og við erum eini landslutin sem að höfum treyst okkur til að halda því áfram, aðrir hafa sagt sér frá því. Og síðan eru samningarnir við Alcoa þar sem það að nýta þeirra ferðir. Þegar COVID kemur upp, eins og framkom í máludýrunum, þá kom upp vandi mjög snögglega eins og á ýmsum öðrum sviðum þar sem að Alcoa lokaði rútunum. Og þegar við vorum að vonast til þess að þetta væri nú að opnast allt saman aftur, þá kom eiginlega, ekki segja önnur lotan í þessu og þá því miður og síðustu fréttir, síðustu daga virðast ekki vera á þá leið að það séu líkur á því að allavega rúturnar verði opnaðar á næstu dögum. Þetta kemur raunverulega upp á afar erfiðum tímum vegna þess að við erum að vinna í samningu við vegagerðina samning fyrir SVF Öst til 3 eða 5 ára með möguleika á framlengingu til 5 ára og vegagerðin er búin að bjóða út sem sagt allar aðra leiðir en hjá okkur og við erum sem sagt búin að bjóða, erum að vinna að því að setja útboði í loftið fyrir okkar leiðir og síðan fer þetta inn í pakkan. Við þurfum hins vegar hér okkar megin, Fjarðabyggðarmegin, að reyna að ná utanum hvað er það sem að við viljum út úr kerfinu og hvað höfum við efna á að gera við þær aðstæður sem eru núna. Við þurfum þess að byrja á því átt okkur á því hvað þetta muni kosta og það er það ferli sem að er núna í gang. Og hvað við viljum hafa mikið, við þurfum þetta augljóslega og ég held að það sé sameiginlegt markmið okkar allra búið að vera lengi að bæta almenningssamgöngur eða réttar sagt gera samgöngurnar að almenningssamgöngur. Í raun og veru hafa þær ekki verið það varla staðið undir því nafni fram að þessu því miður. Og við höfum verið að stefna og það var það sem var svona draumsýnin í þessu að þegar að þessum útboðum kæmi þá værum við búin að ná utan okkar þátt og það var hægt að bjóða þetta allt saman út í einu og Alcoa væri með okkur og að við værum að stíga mjög stórt skref fram á því. Þið munið eftir umræðunum það að það er gjaldfrjálst í strætó og það var hluti af þessari mynd sem búið að vera teiknuð upp þegar þessi ósköp dundu yfir. Þannig að við erum á ákveðnum krossgötum, við sjáum væntanlega fljótlega hvernig þau kom út, bæði hjá vegagerð og okkur og síðan hvað við viljum sitja inn í þetta og við þurfum auðvitað að bara vanda okkur við þetta. Það væri mjög æskilegt að taka stórt skref en því miður þá er það örugglega erfiðara heldur en hefði verið ef að COVID hefði ekki komið til. Ég vildi nú bara aðeins rifja þetta upp og þannig að menn áttuðu sig svona á heildarmyndinni og nú eru þetta hér að verða gífurlegar breytingar í nágrannasveitarfélagi okkar sem er að verða álíka fjölkjarnasveitarfélagi okkar og það er augljóst mál að þar munu aðstæður hvað gagnvart almenningssamgöngu breytast líka og þetta þarf auðvitað alltaf að skoðast í samhengi því að ef við bara förum hringinn um landið þá er það ekki algert að sveitarfélag eitt út af fyrir sig sé að reka mjög stórt apparat á þessu sviði. Þetta er yfir eitt samvinnuverkefni og meira að segja á höfuðborgarsvæðinu þá eru sveitarfélagi þar öll saman í þessum rekstri. Þess að menn hafi ekki þessi til þess að vera að setja þetta í litlar einingar, þetta þurfum frekar að stækka þær. Það er þetta duga sinni. Þakka þér fyrir Einar. Fleiri hafa ekki beðið undir orðið undir fundargerðum bæjarráðs, þannig ég ber þessar 2 fundargerðir þau til samþykktar þess að það er samþykkja með skeiðmerki. Það eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá er það næst fundargerð eignarskipulags- og umhverfisnefndar númer 268 og 269. Leið ekki orðið laust þær og óskar eftir að fá taka þess til máls undir þessum fundargerðum. Komin á örfáa liði, ef ekki athygli bæjarfulltrúa örfáa liðum. Það er kannski fyrst við fengum á þennan fyrri fund 268, þar kom Sveinn Sveinsson, svæðisstjóri Vegagerðarinnar Austurlandi í heimsókn til okkar og áttum fínar umræðu við Svein sem sagt núverandi og svo fyrirhugaðar framkvæmdir Vegagerðarinnar og og fórum svona heilt yfir. Bæði þær þetta, ekki segja þau samskipti sem við höfum átt og
og líka svona stöðun þessu verkefni sem við höfum talið og kom mjög óvart í vor, hvað varðar einbreiðar brýr í Fjarðabyggð, að þegar var farið ákveðna flýti framkvæmdir hjá ríkisvaldinu á þeim til þess að stuðla umferðaröryggi sem sko löngu orðið tímabært og það kom okkur óvart þar að vera ekki inni, þannig að við fórum svona yfir stöðuna og þess vegna kannski bættum við þessum lið hér sem eru á lokin inn til þess að halda þeir umræðu áfram. Við teljum að hún sé full ástæða til þess að halda því áfram hvað varðar Brúnahæfi, Sléttána, Reyðarfirði og Suðurfjarðaveginn, botnana í Fáskrúðsfirði og Stöðvarfirði, það einbreiðu brýr sem þar eru og svona lögðum á það áherslu hversu mikilvægt við sjáum að sé ekki ráðrúm til að bjóða Suðurfjarðaveginn út í heild sinni, þá sé það allavega tekið í einhverjum pörtum þegar þessu vestur hlutar hans teknir og því reynt að flýta því að þetta inn á samgönguáætlun og þetta mjög langt inn í framtíðina að okkur finnst og ekki hægt að bíða með það lengur en við tökum það hér fyrir í lokin. Síðan svo önnur verkefni eins og göngu og hjólastíga og fleira sem við höfum svona óskað eftir samstarfið Vegagerðinum og vonandi hillir nú í að við getum farið að sjá til. Þar höfum við sérstaklega hort á milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar í svona fyrstu lotu. Þannig að þetta var gott að fá svo einu og fínar umræðsatnörðu og svo ýmis og þá önnur þau, ekki segja áðra þá snertifliti sem við höfum með Vegagerðina. Á báðum þessu fundum vorum við að halda áfram að skoða þetta verkefni sem samstarf hefur verið við, eða svona viljayfirlýsingu gefin ákveðið samstarf við Tandrabretti trjákurl til húshitunar, að skoða þessar möguleika á trjáperlum sem afurð sem framleitt hér úr kurli sem eru framleitt hjá Tandrabrettum, mjög áhugavert og við höfum fenguð þá Einar Birgi framkvæmdastjóra Tandrabergs og Magnús Þorsteinsson sem að vinna þessu verkefni með honum þeir sem fóru svona yfir þær hugmyndir eins og þær eru komnar. Nefndin ætla sér að skoða svo því að það ein svona slík stöð og leið til landsins þar sem að fara í að kynda þó hún sé kannski í minni það sem hefur rætt hér því að þetta verið hort á þetta tengslu við fjarvarmaveitunar hjá okkur. En við ætlum að nota tækifæri hún á að koma til landsins og í notkun núna fljótlega hér á Austurlandi í einu af nágrannasveitarfélögum okkar og þá ætlum við að nota tækifæri að fá að sjá hana í rekstri og sjá hvernig þetta þannig að það mun gefa okkur jafnframt líka í tengslu við þetta ræddum við aðeins loftgæða mælingar sem þeir hvetja mig til að væri kostur í undirbúningi verkefnisins og nefndin ákvað og því að skoða þann möguleika áfram að fara í ákveðnar loftgæðamælingar, að skoða það hvernig þær eru framkvæmdar. Það hluti af verkefni milli íslensks fyrirtækis og Evrópuverkefnis á þeim sem grundvelli. Við ætlum að skoða þetta áfram. Við höfum verið að skoða fyrirkomulag á snjómokstrinum fyrir komandi vetur af því að og svona hvernig því best háttað og gerum ráð fyrir að vonum að leggja fram minnisblöð á næsta fundi nefndarinnar svona það hvernig við sjáum fyrir okkur allavega umhald á því, hvort sem það veður til útboðs eða samningskaupaleiðar, það ekki alveg komið enda á nefndin eftir að taka það fyrir en við allavega erum komið með svona sýn á það, við teljum að sé mjög nauðsynlegt því að þetta mjög, já við skulum mála það allavega síðustu ár hefur þessi málaflokkur orðið töluvert kostnaðarsamur við ætlum okkur vegna þess að það bara snjóar meira og umhleypingar en við viljum líka skoða það og hvort og hvernig við getum kannski betur þá komið þeim umhald á því málum fyrir hjá okkur. Þannig að við vonast til að geta lagt það fram á næsta fundi og nefndin farið þá að taka ákvörðun hvert við stefnum með það hvort sem til næsta vetrar eða næstu vetra. Það svo eftir að vera tekið þær til umræðu. Annars þetta voru svona þau helstu mál sem við vorum með til umfjöllun á þessum fundum okkar. Fyrir utan náttúrulega við erum farin að horfa til þess að fjárhagsáætlunin gerði hafin og undirbúningu þess. Það náttúrulega bara eins og hjá öðrum nefndum, við þurfum að horfa bara mjög vel í okkar málaflokk og sjá hvernig við getum þar gert sem best úr og því fjármagni sem við höfum og haldið sem best utan það. Það var ekki fleira. Einar Már hefur beðið Mári gerð svo Einar Már. Forseti, það bara því að svo langt síðan ég hef talað fundagerðir ESU að þetta nú rétt svona aðeins að rifja þetta upp en svona í alvöru þá það nú bara einn liður sem ég ætlaði að koma inn á. Það akkúrat fyrsti liðurinn þegar heimsókn Sveins og Vegagerðarinnar og bara taka undir með formanni nefndarinnar að það þetta gífurlega mikilvægt að við reynum að ná einhverju viðspyrnu varðandi Suðurfjarðar leiðin okkar en gleymum því ekki að
það í fyrsta skipti núna í samgönguáætlun sem við höfum náð þó Suðurfjarðarveginum leiðinni inn í samgönguáætlun. Hún öll komin inn og nú þurfum við að tryggja það að þessar flýtiframkvæmdir sem voru settar í gang og það fylgdi því þau rök meðal annars að það væri líka til þess að flýta hönnun á öðrum verkum og einnig að færa framar verk sem væru aftar á samgönguáætlun. Og þess vegna gífurlega mikilvægt sú bókun tillaga bókun sem liggur fyrir fundinum að við vekjum þetta mál og fylgjum því fast eftir því að það gerist ekki öðruvísi og þarna verðum við að ná einhverjum áfangasigurum og einbreiðubrýrnar og sérstaklega einbreiðabrúin við Sléttuá sem umferðar mesta einbreiðabrúin í landshlutanum. Það auðvitað gífurlega mikilvægt að hún komi sem allra fyrst á það stig að það verði lokið við hönnun á þessari leið. Þannig að það sé einhver möguleiki á að fara í framkvæmdir sem að kemur síðan í kjölfarið. Þannig að það ánægjulegt að það verið að ýta við vegagerðinni bæði með fundarhöldum og bókunum. Búinn. Takk fyrir Einar. Vilja fleiri kveðs í hljóðsundir fundagerðum eignaskipulag umhverfisverndar. Svo virðist ekki verið, ég ber þar eftir samþykktar. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum. Þá hér næsta dagskrá fundagerð fræðslunnar nr. 88, orðið laust hana. Engin kveðs í hljóðs, ég ber hana til samþykktar. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. En þá erum við komin í fundagerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 78, orðið laust hana. Pálína Margeirsdóttir hefur beðið um orðið. Gerðu svo Pálína. Já, forseti bæjarstjóri og góða fundarmenn. Mér langaði bara aðeins að stikla yfir fundagerð íþrótta- og tómstundanefndar. Það þarna liður 1, það úttekt á skipulagi og rekstri 06 sem íþrótta- og æskulýðsmál. Eins og fram hefur komið þá fengum við þær Svanfríði Jónasdóttur og Eyrúnu Ingu frá Ingibjörgu frá fyrirtækinu Ráðrík. Þær tóku að sér að taka út þennan málaflokk og þær voru í heimsókn í Fjarðabyggð þarna í 2 daga og hittu meðal annars alla forstöðumenn íþrótta- og íþróttamiðstöðvanna okkar og þvældust hér til þess að kynna sér aðstæður og sjá hvernig þjónustan væri og hitta starfsfólki og allt þetta og komu síðan við hjá okkur á fundi sem var bara rosa fínt. Þar gátum við skipst á skoðunum og svona ýmsum hugmyndum og heyrt hver svona þeirra fyrsta tilfinning væri. Þær voru náttúrulega líka að afla sér alls konar gagna til að fara með síðan heim og við eigum von á því að þær komi síðan til okkar aftur í október og þá koma þær til með að hitta bæjarráði líka. Þannig að þetta bara, verður gaman að sjá hvað við fáum út úr þessu og hvort við fáum eitthvað út úr þessu sem ég á nú alveg von á. Eitthvað sem að þær sjá með öðrum augum en við, sem við gerum okkur vonur Síðan það hann liður 2, almenningssamgöngur í Fjarðabyggð. Það náttúrulega töluvert rætt það á þessum fundi og íþrótta- og tómstundanefnd hefur náttúrulega bara rætt þetta, ég ætla að leyfa mér að segja ofta á ári. Við gerum okkur náttúrulega eins og mér heyrist almennt, það mikla væntingar það sem koma skal, hvort sem við höfum síðan efni á því eða ekki þegar við sjáum hvað þetta kostar. En þetta náttúrulega bara eitt af því sem íþrótta- og tómstundanefnd alltaf að þetta myndi gera ótrúlega mikið fyrir svona íþróttirnar í kjörnunum okkar ef að börnin okkar gæti fara að ferðast meira á milli staða. En það gerist ekki bara þó við fáum bætta samgöngur, Það verður þá náttúrulega líka íþróttafélagin verða að koma að því. Þetta þarf mikið skipulag því það verður ekkert verið með rútur hérna klukkutíma fresti bara stanslaust til þess að allir komist á æfingar út og suður þannig að þetta krefst skipulags ef að vel á að vera. Þannig að þá, eins og ég segi, þá verða íþróttafélagin að koma með í það og skipulagning á því. Síðan það þarna liður 3. Það semst hlutverk og tilgangur ungmennaráða. Eins og þið sjáið í bréfinu frá umboðsmanni barna, þá eru einungis 7 sveitarfélög á Íslandi sem eru að skipa ungmennaráðin sín, börnum undir 18 ára aldri, eins og þeim finnst að það eigi að vera. Við getum nú alveg státað okkur að því að vera eitt af þessum 7 sveitarfélögum, en mér langar kannski bara að nota tækifæri til að brýna okkur öll, að þó að sé ekki komið ungmennaráð á þessum vetri, þá þurfum við, ungmennaráðið náttúrulega ekki neitt ef að við virkjum það ekki, ef að við erum ekki senda málefni þangað sem að við viljum fá þeirra álit á. Þannig að
Við þurfum svolítið að gera betur í því, bara alla nefndir og ráð. Allt sem við kemur þeim að við séum að senda inn á þeirra borð. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir Pálína, vilja fleiri kveðs að hljóðsundi fundargerð íþrótta- og tómstunarnefndar? Svo virðist ekki verið ber hana til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 30. Orðið laust hana, kveður einhversu hljóðs. Magni Þór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarhaldur aðra gestir, mér langar bara aðeins að koma inn á lið 7-3 í fundargerð. Það erlendar ferðandi Fjarðabyggð. Það áhugaverð greining, alls konar upplýsingar í sem getur best trúið að það væri allan að kæma einhverjum á óvart. Ýmislegt þarna sem ég hefði ekki alveg gert mig grein fyrir, bara að benda á að kynnast þetta. Og svo langaði mér aðeins að nefna lið 4 sem verkefni menningarstofu. Forstöðumaður menningarstofu góða hundinn og fór svona yfir hans helstu verkefni á næstunni og metnaðarfull og spennandi dagskrá framundan. Og því að það verði þrátt fyrir COVID bara jafnvel skemmtilegt að vera beðið næstu 2 mánuðum þessi áætlun í gangi. Meira var það nú ekki, takk. Takk fyrir Magni, fleiri kveðs hljóðs og fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar. Svo ekki ber hana til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það fundargerð félagsmálanefndar númer 136, orðið laust hana, vill einhver kveða sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, þá ber ég hana upp til samþykktar, hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið 9 sem framkvæmdar á hjúkrunarheimilinu númer 18. Hjördís Helga Seljan Þórsdóttir beðum orðið, gjörðu svo Hjördís. Takk fyrir. Forseti, bæjarstjóri og aðrir bæjarfulltrúar. Ég ætla nú aðeins að ræða málefni hjúkrunarheimilina sem hafa verið rædd hérna í bæjarráði. En það hefur verið mikil óreiða í þessu málaflokki á Íslandi og alveg ljóst að rekstur öldrunarheimila í landinu í járnum og framlögin eru allt of lág. Framkvæmdaráðið var stofnað til að móta stefnur í tengslu við hjúkrunarheimilin og vera framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilana ráðgefandi við ákvarðanir í tengslu við reksturinn. Og það búið að grípa til ráðstafa til að lækka rekstrarkostnað heimilana en á sama tíma haldið vörð faglegt starf og kröfur. Það búið að koma á 100% nýtingu á báðum heimilum en þrátt fyrir allar ráðstafanir sem við höfum farið í og framkvæmdastjóri þá hefur tapreksturinn vaxið mikið frá árinu 2014. Hallinn kominn í 150 milljónir króna og það bara ekkert útlit fyrir annað en hann aukist enn frekar á næsta ári. Í júní sendi Karl fyrir hönd Fjarðabyggðar bréf kröfu á heilbrigðisráðuneytið til að tryggja það fjármagn sem þarf svo hægt sé að mæta þeim kröfum sem gerðar eru til hjúkrunarheimilina og einnig gerðum við athugasemdir að samningunum verður að taka tillit til stærð hjúkrunarheimila þar sem rekstur á smærri hjúkrunarheimilunum kostnaðarmeiri heldur en stærri heimila og við lýstum því vel í bréfinu að við værum alvarlega íhuga að segja upp samningi sveitarfélagsins við Sjúkratryggingar Íslands í lok september 2020 nema við myndum fá jákvæð og sterk viðbrögð frá heilbrigðisráðuneytinu það að heimilin verði fjárhagslega tryggt til frambúðar og fortíðarhallinn yrði bættur. En nú það komið að ekki hafa komið fram viðbrögð frá ráðuneytinu sem gefa einhverja vísbendingu viðleitni sem muni bæta rekstur hjúkrunarheimilina. Og ég tel uppsögnina vera neyðarúrræði við núverandi aðstæður. En það hins vegar mín von að, og held ég tali bara fyrir Fjarðabyggð, að þegar Sjúkratryggingar Íslands taki við rekstur hjúkrunarheimilina, þá verði tryggt að þjónustan skerðist ekki frá
því sem núna en frekar að hún verði efld. Ég bara takk fyrir. Þakka fyrir Hjördís, vilja fleiri kveðs ljóðs undir fundargerð framkvæmdar á hjúkrunarheimilunum. Svo virðist ekki vera á byrjun til samþykktar. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál. Þar fyrst liður sem vísað hér frá félagsmálanefnd og bæjarráð og hefur farið til bæjarráðs síðan hingað. Það sem reglur stuðningsþjónustu. Þarna sama komið sem sagt, eins og kemur frá minnisblaði sviðsstjóra fjölskyldusviðs, að þarna verið að setja nýja reglur þar sem stuðningsþjónustan sett undir all stuðningsþjónustan sem við veitum undir einn í staðinn fyrir að hafa undir þetta fallið margar reglur. Og það eiga við þjónustu við börn sem fullorðna og innan heimili sem utan og jafnframt til þjónustu við fatlað fólk. Og með þessum reglum nú þegar þær taka gildi, þær fara hér í einu umræðu, þá falla á gildi reglur Fjarðabyggðar félagslega heimaþjónustu, stuðningsfjölskyldur, reglur félagslega liðveislu og félagsþjónustsvið, snjómokstur, garðslátt, svo það sé allt saman tekið. Bæjarráð hefur samþykkt þessar reglur við sitt leyti og vísaði hér til umræðu og atkvæðagreiðslu. Vill einhver kveða sér ljóðs reglurnar? Svo virðist ekki verið, ég ber þetta til samþykktar. Þær eru samþykktar með 9 atkvæðum og eru taka þá gildi og áður nefndar aðrar reglur falla þá úr gildi þess að falla undir þessar. Þá eru komin í lið 11 sem málefni hjúkrunarheimilana, samninga við sjúkratryggingar og hefur nú verið ræddur hér undir öðrum liðum. Og eins og maður heyrt og þá leið og ég kynni þann lið inn og mæli fyrir hún ætla að fá að lesa hér upp sameiginlega bókun bæjarstjórnar undir þessum lið, þannig hún sé hér jafnvel umræðum sem svo hljóðandi. Og eins og með þekkja þá þetta hér komið hefur hlotið umfjöllun í framkvæmdaráði hjúkrunarheimilana, í félagsmálanefnd sem stjórn hjúkrunarheimilana og bæjarráði þar sem þessar nefndir hafa allavega verið sammála það en svo kom fram í máli Hjördísar hér áðan að við lengur getur við ekki við þetta unað, þetta ástand sem hefur verið hvað varðar fjárhagsleg samskipti sveitarfélagsins við ríkið þennan málaflokk og hér bæjarráð staðfesti samþykktir þessara áðurnefndu nefnda og vísaði hér inn að rétt að segja upp samningi við Sjúkratryggingar Íslands rekstur þessara hjúkrunarheimila. Og bókun okkar þá svo hljóðandi, málefni hjúkrunarheimilin í Fjarðabyggð hafa verið langt skeið til ítarlegrar umfjöllunar innan nefnda og ráða sveitarfélagsins. Jafnframt hafa bæjaryfirvöld verið árabil í viðræðum við heilbrigðisyfirvöld málaflokkinn, þar sem ljóst að fjárhagslegu grundvöllur reksturs þeirra brostinn, þrátt fyrir að yfirstjórn og starfsfólk þeirra hafi kappkostað að haga reksturinn sem best, leið og staðinn hefur verið vörður faglegt starf og kröfur og hefur verið langa tíð. Þessar viðræður hafa engan árangur borið og því getur sveitarfélagið Fjarðabyggð ekki unað lengur. Vaxandi taprekstur hefur á rekstri heimilina síðan árið 2014 og hallinn orðinn 150 milljónir króna á þessum tíma. Þá hefur sveitarfélag lagt til fé á móti og rekstri sínum þrátt fyrir að ábyrgð málaflokksins sé á hendi ríkisvaldsins. Þá hefur ótalsinnum verið bent á það ósamræmi sem í rekstrarumhverfi hjúkrunarheimilanna þar sem sum þeirra nú fjármögnuð beint af ríkisframlögum. Vegna þessa sér bæjarstjórn Fjarðabyggðar sér ekki annað fært en að taka undir með framkvæmdaráði hjúkrunarheimilanna, félagsmálanefnd og bæjarráði sveitarfélagsins og samþykkir að segja upp í samningi rekstur þeirra við Sjúkratryggingar Íslands. Leið minni bæjarstjórn á að ríkisvaldinu skylt að taka við reksturinn, þannig að engin brestur verði á þjónustu með heimilismenn á hjúkrunarheimilunum og réttindi og kjör starfsmanna þeirra haldist óbreytt, líkt og kom fram við svipaðar aðstæður á Akureyri nú síðsumars ríkisvaldið samþykkt að taka við rekstri öldrunarheimila Akureyrar. Þetta svo bókun sem mun vera færð undir sameiginlega bókun bæjarstjórnar og líkt og ég tek undir með þessi hér á undan hafa talað að það hefur verið, ég hef ekki segja að það ákveðin hátt sorglegt þessi langa samskiptasaga sem við höfum átt við heilbrigðisyfirvöld rekstur hjúkrunarheimila. Það alveg morgunljóst að þessi málaflokkur sem undir ríki fellur og skilgreindur og hefur verið skilgreindur hvaða þjónusta ástæða bakvið, að þar hefur ekki fylgt fjármagn nægjanlegt. Og ég hef á því fulla trú og veit það að starfsfólk hjúkrunarheimilana og þær yfirstjórn þeirra nefndir og aðrir sem hafa rýnt að það hafi verið gætt fyllsta aðhaldssemi leið hafa menn sannarlega uppfyllt allar þær skyldur sem menn eiga að uppfylla.
en ná því ekki og það þetta ekki ásættanlegt til lengri tíma og það hefur verið svona, það ákveðið þungskref eins og kom fram hjá Hjördísi að þurfa að taka ákvörðun sem þessa en við getum ekki við það una lengur. Það alveg ljóst gagnvart lagaumhverfi þessa að það skilgreint að það verður ekki brestur á þjónustunni. Við börum ekki ganga út fyrir að þarna komin aðrir hafa tekið við, það liggur í lögunum og í samningnum að slíkt tryggt að þjónustaðili tekur við öðrum en auðvitað hefði maður viljað hafa átt kannski ekki segja uppbyggilegri samræður, samningaviðræður heldur en það sem við höfum náð og því verður það vonandi til þess að ríkisvaldi taki við þessu rekstri og uppfylli þær skyldur sem þeir sannlega hafa gert og kröfu til hans. En það var ekki fleira orðið laust undir þessum lið. Einhver kveða sér hljóðs. Ef svo ekki, þá ber ég upp þessa tillögu sem hér og með áður greindri bókun sem undir það það að bæjarstjórn samþykki að samningi sveitarfélagsins við Sjúkratryggingar Íslands og rekstur hjúkrunarheimila Fjarðabyggðar verði sagt upp og biðja fólk að greiða atkvæði. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin hér í lið sem var bætt við að bæjarfulltrúar samþykkt að bæta við áðan sem heitir samgöngur í Fjarðabyggð. Framkvæmdir við samgöngur í Fjarðabyggð. Hann eins og áður kemur kom fram, þá hefur bæjarstjórn ákveðið að leggja fram sameiginlega bókun sem byggir á eins og kom fram í máli hér áðan varðandi heimsókn svæðisstjóra Vegagerðarinnar og umræðu sem áttu Vegagerðina og vegamálastjóra í vor og ekki segja vegamálastjóra fyrri og fleiri í gegnum tíðina. En þá ætla ég að leið og ég opna þann lið ætla ég að lesa upp sameiginlega bókun bæjarstjórnar sem svohljóðandi. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar skorar á samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að flýta gerð nýrrar tvíbreiðrar brúar yfir Sléttu og Reyðarfirði sem á þjóðvegi 1. Í kjölfar gerðar Fáskrúðsfjarðarganga átti að fara í endurgerð brúar yfir Sléttuá og vegtenginga frá henni til þéttbýlisins á Reyðarfirði en ekki enn eru þær áætlanir komnar lengra en á teikniborðið frá árinu 2006. Við slíkt ekki hægt að una lengur, enda núverandi brú yfir Sléttuá umferðarþyngsta einbreiða brúin á Austurlandi samkvæmt mælingu Vegagerðarinnar og ekki þarf frekari vitnanna við hvað varðar slysahættu því samhliða. Því skorar bæjarstjórn Fjarðabyggðar á stjórnvöld að tryggja nú fjármagn á komandi ári til að hægt verði að ráðast í verkið innan fjárfestingar átaks stjórnvalda sem miðar að því að bæta umferðaröryggi með því að fækka einbreiðum brúm á þjóðvegi 1 landið. Leið verði þá framkvæmdir við endurbætur á Suðurfjarðavegi Fáskrúðsfjörð og Stöðvarfjörð flýtt í núverandi samgönguáætlun því ekki minni þörf á endurbótum þess vegar eins og Fjarðabyggð hefur margoft bent á við samgönguyfirvöld og barist fyrir. Ekki síst við einbreiðar brýr sem þar í botni fjarðanna og þurfa að komast í forgang. Og eins og áður hefur sagt og bæjarfulltrúar þekkja að þá kom það verulega óvart þegar að var kynnt þetta átak, fjárfestingar átak í vor og fækkun einbreiðar brúa að þessar brýr, allar, við getum sagt þar allar, hvort sem þær eru Sléttuá í botni Fáskrúðsfjarðar eða í botni Stöðvarfjarðar. Engjar inni og við töldum það nokkuð einsýnt það sem með við umferðarþunga Sléttuárbrúarinnar og hún væri þar inni. Það var því svona, já eins og börnin mér myndi segja, það var skellur að sjá það ekki komast inn og að það væri ekki komið lengra í raun og veru í hönnun því að þetta þegar Fossárgöng opnuðu þá átti að fara áfram frá hringtorginu sem nú við Reyðarfjörð með nýja brú og tengingu við og svo áfram með Suðurfjarðaveg, áfram suður í Fossfjörð. Þannig að við treystum því að trúa núna með þann vilja sem undir að auka umferðaröryggi og það yfirlýsingar sem gefnar hafa verið að við ætlum okkur ekki líkt og þegar við ákváðum á sínum tíma við myndum ekki sætta okkur við sjóslys, við ætlum ekki að sætta okkur umferðarslys og stór liður í þeirri hættu sem á þjóðvegi 1 skapast við þessi einbreiðu brýr og þá hlýtur og horti þess hvar umferðarþungin hvað mestur. Og þannig að við treystum því að trúum að núna þegar menn rýna fjárfestingarátak sitt þá verði settur ekstra kraftur í þetta og leið þá flýtt Suðurfjarðavegi öðrum þess köflum sem núna eru mjög aftarlega á samgönguáætlun en eru komnir inn
að þeir komist fyrirfram og menn fara að horfa á þá kannski meira í smerri verkum en þá næri tíma. Þannig að orðið er laust þetta bókun. Engi Kausuljós, hún hefur verið að hún þá ætla ég að bera hana upp, þannig að hún sé samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin á enda dagskrár bæjarstjórnarfundar í dag. Ég þakka bæjarfundinum kærlega fundarsetuna og góðar umræður. Og næsti fundur bæjarstjórnar er 1. október og eins og áður segir þá hann verður við bara svolítið að spila það eftir ástandinu í samfélaginu, hvort að hann verður áfram hér í fjarfundi eða hvort við verðum í sal. Það kemur í ljós þegar nær dregur, en þá bara þakka fundurinn í dag og slít fundi.